Þá komið að Þorláki Axel Jónsson sem aðjúnkt við Háskólann á Akureyri. Hann ætlar að fjalla gildi umhverfis skóga fyrir nám komandi kynslóða. Gjörðu svo vel. Já, ágæta samkoma. Ég kennari við Háskólann á Akureyri og Brynhildur Bjarnadóttir, kollega minn, meðhöfundur af þessu. Ég ætla að tala gildi náttúru, umhverfis og skóga fyrir komandi kynslóðir út frá PISA. Og þetta PISA-dæmi upp á ensku alþjóðaverkefni að meta nemendur. Það eru nokkrar þetta verkefni lagt fyrir á 3 ára fresti. Það var lagt fyrir 2000, 3, 6, 9, 12, 15, 18 og átti að vera 21. Það var frestað til 22 vegna COVID. En núna í desember þá komu niðurstöðurnar úr umferðinni 22. Í hverju umferð eitt af 3 matssviðum aðalsviðið og þau eru lesskilningur, læsi á stærðfræði og læsi á náttúruvísindi. Og náttúruvísindin voru aðalsvið 2006 og 2015 og verða 2025. Þannig að eftir 1 ár, í marsmánuði 2025, þá verður lögð PISA-könnun fyrir íslenska nemendur og þá munu birtast í desember 26 munu birtast niðurstöður PISA-gögn fyrir það, aðgengileg öllum, birt sama dag og skýrslurnar og fréttatilkynningarnar koma út, þá eru skjölin sett á netið og þau eru aðgengileg öllum sem vilja vinna úr þeim. Það eru allar handbækur á netinu aðferðina, framkvæmdina og hvernig þeir reikna út hitt og þetta. Og það vel haldið utan þetta, því þekki þessa rannsókn vonandi, hún sló í gegn með því að fara eiginlega með ógn og skelfingu löndin og með refsivöndin sem hún beitti á ólíklegustu skólakerfi heimsins. Það var einhvern tímann upp á 1990 sem sænski menntamálaráðherrann lýsti því yfir að Svíar ætluðu að vera með besta skólakerfi í heimi og finnski ráðherrann sagði að þeir hefðu ekki slíkt markmið, bara það markmið að vera betri en Svíar. Og svo kom PISA 2000 og Svíar voru bestir í heimi. Nei, fyrirgefðu, Finnar voru bestir í heimi. Finnar voru bestir í heimi og hafa verið það síðan. Þannig að þetta áhrifamikið verkefni. Það metur 15 ára gamla unglinga hversu hæf þau eru til hvaða mikla þekkingu og hæfni þau hafa til að vinna úr nýjum upplýsingum. Og ég hef ekki áður komið á fagráðstefnu skógræktar, en hér hef ég séð margar nýjar upplýsingar og það væri iðulega dæmigert PISA-verkefni að fá svona upplýsingar og eiga svo að draga af þeim ályktun og vinna úr þeim meira. Já, PISA það eru til fleiri svona verkefni, til dæmis TIMSS sem spyr tiltekna þekkingu. Og ég nefni það af því að það gæti verið hluti af lausn á vandanum að prófa það. Þetta vakti athygli, snemgrisjun óalgeng, 60% skógabænda hafa ekki framkvæmt snemgrisjun í sínum skógum, ekki meira en það. Heldur hitt að yfirlitið hvernig getum við aukið umhverfisvitund nemenda í gegnum skólakerfið, hvaða má lesa PISA-gögnunum þessi mál, hvaða máli skiptir skógur í umhverfi barna, eru nýtt kennslutækifæri í skógum, þetta aðalspurningin, hvernig geta skógræktargeirinn og menntakerfið unnið að því í sameiningu að auka þekkingu komandi kynslóða, ekki bara á mikilvægi skógarauðlindarinnar, heldur á náttúruvísindum. Þetta staða mála. Læsi á náttúruvísindi samkvæmt PISA 2022. Hver hæfni og þekking 15 ára unglinga?
og fyrra súluritin þarna 3 hærri, það hlutfall nemanda sem býr yfir grunnhæfni. Hæfniþrepin eru 6 og hæfniþrep 1, ef maður kemst yfir 1 þá maður komið með grunnhæfni. Hæfniþrepi 1 skipt í nokkra parta og lægsti parturinn í 1 ólæst fólk. Það eru kannski 2-3% nemanda sem taka þátt. Það ekki 30% unglinga sem eru ólæs. Maður kemst aldrei upp á 2 og maður þarf að vera læs yfirleitt til að komast upp að þessu 1C eða hvað það var. En á Íslandi eru 64% nemanda með grunnhæfni, á Norðurlöndunum 75 og í OECD 76. Þetta þýðir að 36% nemenda, meira en 1 af hverjum 3, nær ekki grunnhæfni í náttúruvísindum. Á meðan það til dæmis 1 af hverjum 5 í Danmörku. Og svo á Íslandi það þannig að færri ná grunnhæfni, og það fáir ná afbragðarhæfni. Það þarna lágu súlurnar 3. Það eru 2% á Íslandi, 1 af hverjum 50 nemendum á Íslandi nær afbragðarhæfni, sem eru 2 efstu þrepin. Og það er 4-falt færri en á Norðurlöndunum yfirleitt og minna en í OECD. Samsagt, við hefðum gjarnan vilja gera betur en þetta. Hvernig hefur þróunin verið? Hún hefur verið svona. Við byrjuðum ágætlega og svo bættum okkur. Náttúruvísindir voru aðalsvið 2006 og 2015. Samsagt, þetta var bara allt í lagi. Við vorum bara alveg venjulegt skólakerfi 2006 og bættum okkur 9. Svo slaknaði eitthvað á þessu 12, 15 og 18, en var nú vonandi búið að ná jafnvægi. En svo kemur 22 og þá hrynur þetta gjörsamlega. Mesta fall sem orðið hefur í sögu þessar rannsóknar á Íslandi og þó víðar væri leitað. Og 20 stig á þessum kvarða samsvarar það bil sem að hópur 15 ára nemenda bætir við svo 1 ári og við lækkum úr 475 í 447. 500 var upphaflega meðaltalið í OECD og skólaárið sirka 20-30 stig. Þannig að það heilu skólaárið verri framstæða 2022 en 18. Hvernig getur þetta verið? Og vinsælt meðal kennara því miður að halda því fram að krakkarnir nenni bara ekkert að gera þetta. Og þess vegna nota þetta bannorð þarna leti og skróp orð sem bannað að nota í umræðum íslensk menntamál, en ég tek sénsinn hérna í þessu samkvæmi að tala leti. Það hún? Leggið ykkur fram á þessu prófi og þau segi hérna 2022 bláa súlan 7,2, þetta það sem ég lagði mig fram. Hvað hefur lagt þið fram eða gift til einhvernar 8,9? Þetta meðaltölin og þið sjáu að þetta breytist ekki neitt, það punktalínan, þetta alltaf sama ástandi. Þau leggja sig alveg eitthvað fram og hefðu lagt sem meira fram ef það hefði gilt. Þetta ekki að breytast neitt. Þetta bara sama sagan og alltaf. Þannig að það ekki það. Haukur Arason og Edda Elisabeth Magnúsdóttir við Menntavísindasvið Háskóla Íslands hafa rannsakað þetta og skrifuðu með niðurstöðunum skýrslu frammistöðu íslenskra unglinga og þau reyna að finna einhver orsakir fyrir þessu falli og þau byrja á að beina athyglina samræmdum prófum sem voru lögð af árið 2008 og það hafði verið athugað að samræmdu prófin þau höfðu mikil stýrandi áhrif inn í skólana til góðs og ills. Síðan tók ný námskrá gildi 2011 og 2013 og þau hafa til dæmis greint það að ef að námsefnið svona mikið eða lítið, að þá námskráin bara hér. Það vantar erfiðari endan í námskrána íslensku. Og síðan tekur matshluti námskrárinnar gildi, ég veit ekki hvort þið kannist við þetta sem foreldrar eða ömmur, en nemendurnir fá umsagnir núna, engar einkunnir. Og við þurfum einhvern veginn að ráða í það hvað þetta þýðir allt saman. Og þau eru ekkert hrædd við það að segja að þetta tengist, þessar breytingar. En nú til dæmis í samráðsgátt, stefnurnar fara fram og aftur því miður í íslenska menntakerfinu og nú í samráðsgátt frumvarp inngildandi menntun, nefnir það orð 240 sinnum. Aðalnámskráin nefnd einu sinni í einhverju framhjálpi. Þannig að
já, það þarf einhvern veginn að halda miklu betur utan þetta. Hvað getum við gert, segja Haukur og Edda, og þau benda á að á Íslandi eru fáir tímar á unglingastigi í náttúruvísindamenntun. Hérna eru 60, við erum rauða súlan hérna næst neðst og Danir eru með 160 sem er næst hæst. Þannig að við erum með minna en helmingina því sem Danir eru með í tímar á unglingastigi. Og hvað getum við gert, spyrja Edda og Haukur, og þau segja fleiri kennslustundir, skrifaða vandaða námskrá, taka aftur upp samræmt próf, skrifa nýtt námsefni og stuðningsefni fyrir kennara, auka á endurmenntun kennara og sérstaklega þarf að vinna í nýliðun meðal kennara, nýliðun hjá þeim sem eru yfirleitt hæfir til að kenna náttúruvísindi. Og svo vilja þær aukna rannsóknir og stinga upp á þessari TIMSS-rannsókn sem að prófa þá hvað kann fólk af einhverjum tilteknu efni en ekki hvernig það getur. Og OECD er sannarlega á þeirri línu að reyna að bæta menntun í heiminum og þarna er mannvaldurinn í PISA 25, það er þarna mikið rit sem að þeir hafa tekið saman ramminn fyrir þá rannsókn og sjálfsmynd nemenda. Þeir reyna að meta ástand og mæla og vinna undirbótum og mælingin er skipt í þrennt og þarna eru vísinda auður. Það er hversu hefurðu einhvern sans fyrir því að það sé hægt að afla þekkingar með skipulegum hætti eða er þetta bara allt persónulega sjónarmið einhvers og eitthvað djúpríki að læðast að okkur. Vísinda þekking það er auðljóst og viðhorfin er alltaf fara á verri veg. Hérna er úr PISA 2015, þá var náttúruvísindin aðalsvið og þarna sjáum við að vísinda auður er fyrsta súlan sem bendir niður, þannig að íslenskir nemendur hafa svona minni sans fyrir því hvað hægt er að gera með vísindum, en þau hafa alveg almenna trú á þessu. Þetta er gott mál að vera góður í þessu. Og þau hafa alveg áhuga einhvern og trú á eigin getu. Meðaltal OECD var 0 upphaflega þegar þessi kvarði var notaður. Og við erum sérst í plús, varðandi trú á eigin getu. Og þau hafa alveg einhver ánægja og áhuga, já, þetta er bara fínt. Og umhverfisvitund, þau hafa eru bara á meðaltali allra með það. Og bjartsýn og þróun umhverfismála, hún er ekki til staðar. Vísindakennslan, hvað segja þau hana? Ægi tímum, hann er bara allt í lagi, hann er eins og í OECD. Stuðningur kennara, hann er mikill á þann mælikvarða, hæsta súlan. Rannsóknatengt nám, eða námsaðferði sem að tengjast að rannsóknum, það er minna en vera skyldi. En miðlun kennara, hún er meiri heldur en vera skyldi. Og ef við lítum inn í það hvað verið að vitundina, það er spurt eyðingu skóga, það eru 10 spurningar eða eitthvað hitt og þetta. Og saman er að settar í einn kvarða sem heitir umhverfis bjartsýni eða svartsýni. Og þá er hægt að bera saman á milli landa og innan landa ef þau eru nógu stór. Hversu mikið er lítið er að því. Og hérna er sem sagt eyðing skóga. Hversu vel þekkir þú til afleiðinga eyðingar skóga til annarar landnotkunar? Og einhver hafa aldrei heyrt það og einhver veit eitthvað en gæti ekki útskýrt það og svo eru flestir, 7/10, segir þekkja þetta og gæti útskýrt bara ágætt eða vel. Og mun ástand vegna, þetta er bara mjög eðlileg niðurstaða í rauninni, ekkert hann að segja, mun ástand vegna eyðingar skóga til annar landnotkunar fara batnandi verstanda á næstu 20 árum og 2015 þá sögðu 1 af hverjum 10 að færi batnandi, 4 hver að það verði eins og 64% segði að þetta myndi versna. Og þetta finnst mér athyglisvert því að ef að þekkingin á eyðingu skóga væri staðbundin, þá hlyti maður að segja að ástandi myndi stórbatna á næstu 10 árum. Við sjáum bara hérna í Eyjafirði að horfa út úr gluggann, núna og fyrir 10 árum, að það eru miklu meiri skógar hvarvetna. En þetta er auðvitað alþjóða þekking. Þau fylgjast með fjölmiðlum og vita að það er alltaf að fara að brenna upp þarna. Þess vegna gildi
umhverfis og náttúru fyrir börn og unglinga. Þar rannsóknar segja bara okkur að þetta jákvætt að vinna í nær umhverfinu. Kennarar og nemendur eru lykilbreytur og það þarf að endurskoða kennslubóka hérna á Íslandi. Að notkun kennslubóka ríkjandi, verkleg kennsla, útikennsla víkjandi. Aðstæðum til náttúruvísindakennslu ábótavant og útikennslan hún skilar auknum skilningi á nærumhverfinu, sjálfstraust nemenda og félagsfærni batnar, þetta fjölbreytt og vitundin eykst og verkleg kennsla hún eykur á skilning og áhuga á viðfangsefninu. Og þá erum við komin að yfirlitinu og hvernig getum við aukið umhverfisvitund, það þurfum að ræða, hvað má að lesa út í PISA-gögnum, það eitthvað það núna. Skiptir skógur máli? Já, vonandi, eru vannýtt kennslutækifæri, það hlýtur að vera. Hvað getum við eiginlega gert og hvað getur skógarfólkið gert? Það getur skrifa texta fyrir nemendur og kennara á öllum skólastigum. Og það eitthvað sem við þurfum og þetta veit ég sem kennari reyndar úr öðrum greinum en það mjög vel þegið af nemendum ef að hægt að nálgast texta sem réttur fræðilega en ekki of erfiður fræðilega. Og unnið uppbyggingu skógarauðlindarinnar í nær umhverfi skóla, skapað aðstæður og það endurmennta kennara til að efla hæfni í náttúruvísindum með áherslu á skóga í nær umhverfið. Það til dæmis endurmennta kennara mjög mikið á verksviði sveitarfélaga og góðar hugmyndir eru vel þegnar. Ef einhver getur boðið kennurum námskeið í að kenna einhverja greinar eða vinna einhvern veginn með náttúruvísindum. Og þá þetta með grisjunina, það hægt að grisja skóga í þágu náms í náttúruvísindum. Þannig að það verði til þetta nær umhverfi skóga til þess að efla tengsl nemenda og skóla við skóga og náttúru. Einhver tími? Já, það tími fyrir svona 2-3 spurningar. Gjörðu svo vel. Takk Þorlákur fyrir gott erindi. Sigríður Hrefna heiti ég. Mér langar bara forvitnast, hægt að sjá eitthvað út úr þessum niðurstöðum til 2015? Hvort að þau munur á milli skóla, eftir því hvort að skólar hafa útikennslu eða aðgengi að grænusvæðum, væri það hægt í næstu rannsókn? Nei, ég minnist þess ekki að hafa verið neitt spurt þá. Því miður. En við gáðum að því hvort það var munur á milli landsbyggðarinnar og höfuðborgarsvæðisins varðandi svona hvort þið væri svona meiri heimskauta refir eða innikettir krakkarnir og það kom í ljós að það eru allir innikettir á Íslandi. Nefna að það hafi verið kennt skógrækt og það að nýta skóginn og njóta skóginn á Íslandi. Það var notað norsk kennsluefni og það var Óli Odds sálugi sem að kendi þetta á vegum Reykjavíkur borgar og Kennaraháskólanum. Það rétt, það til gott efni. Á sumum sviðum til mjög gott efni. Þannig að það ekki eini vandinn. Það þarf líka að skapa stemmingu. Ágúst heiti ég, takk fyrir gott erindi, mjög áhugavert. Náði ekki alveg og þess ákvað ég að spurja. Hérna voru þessi náttúruvísindin skoðuð í PISA. Sjáum við sama mynstur þegar við skoðum eitthvað annað? Hvað var þar Ísland versus Norðurlönd og OECD? Ertu með það í kollinum? Já, þetta sama sagan á línuna að lesskilningurinn, hann leið niður á við, það aðeins í stærðfræði læsunum þar sem við höldum svona nærri í sjó. En annars þetta niður á við
OECD lækkaði allt en ekki nærri því svona mikið. En ég hveti ykkur til að láta ykkur þetta varða. Ég geri það. Klart. Kæra þakkir, Þorlákur. Þetta áhyggjuefni, verð ég að segja, fyrir ungu kynslóðan okkar og ég held að við þurfum að gera betur í þessum málum. Það eitt sem ég vil nefna við ykkur áður en við förum í kaffi, að ef einhverju þurfa að skreppa frá til þess að ná sér í yfirhafnir fyrir vettvangsferðin á eftir, þá best að gera það núna í kaffinu því að við förum mjög fljótlega eftir 4 á eftir. En já, þá komið kaffi og við komum aftur hingað klukkan 3.